Byggingaverkfræði sú fræðigrein sem nýti sér tækni og raunvísindi til þess þá að byggja mannvirki og viðhalda og reka mannvirki. Hún byggir þá á fyrst og fremst raunvísindum, stærðfræði, eðlisfræði, efnafræði, en einnig stór þáttur þá hagkvæmni að reyna að byggja örugg og góð og vönduð mannvirki á sem hagkvæmastan hátt. Þannig að hagfræði spilar þarna stóra rullu. Þetta þurfum við einnig að gera þannig að þetta sé í sátt við okkur mannfólkið og þar leiðandi kemur þá félagsfræði einnig inn og svo þurfum við að gera þetta þar að ekki í góðri sátt við umhverfið, þannig að umhverfismálin koma alltaf sterkar og sterkar inn og eru kannski að verða sá þáttur, svona síðustu 10, 15, 20 árin sem kemur alltaf sterkar og sterkar inn. Ég sjálfur hef fengist mikið í rannsóknir sem snúa jarðskjálftum, hvernig brýr og byggingar hegða sér í jarðskjálfta og til dæmis síðustu stór jarðskjálftar hérna á Suðurlandi bæði árið 2000 og 2008 það hefur verið rannsakað mikið hvernig hvernig mannvirki hegðuðu sér og hvernig þau skemmdust og það alltaf verið að reyna að finna út hvernig eigi að hanna þessi mannvirki þannig að þau séu sem best úr garði gerð gagnvart jarðskjálfta álagi sem dæmi. Það þarf ekki annað að fara aftur til ársins 1896 þegar það gengur svipaðir skjálftar yfir Suðurland, 5 stórir skjálftar á 2 vikna tímabili og þá í raun og veru var mikið af íbúðarhúsnæði sem hrundi og kannski aðalástæðan fyrir því var að þá voru hús byggð úr torfi og grjóti sem hefur litla samlúðun og hristist auðveldlega í sundur þegar jarðskjálfti gengur yfir. Rannsóknir byggingar eru meðal annars tengsl við jarðskjálfta. Það meðal annars jarðskjálfta rannsóknarstöð á Selfossi sem sér að kanna áhrif jarðskjálfta á húsagerð og vegi og stíflur og brýr og annað því líkt. Kennsla í byggingaverkfræði svo sem ekkert ósvipuð kennslu í verkfræði almennt. Hún skiptist þá í þrennt, annars vegar í 3 ára BS-nám, 2 ára MS-nám og þeir sem svo vilja fara alla leið, þá tekur við 3 til 4 ára doktorsnám eftir því. Námið veitir þá réttindi til þess að kalla sig verkfræðing. Sá sem lýkur þá bæði BS-gráðu og MS-gráðu hefur rétt til þess að kalla sig verkfræðing og nám okkar þannig uppbyggt að einstaklingur sem hefur lokið þá MS-prófi getur tekið starfsheitið verkfræðingur og starfa hvar sem Starfsmöguleikar eru miklir, myndi ég segja. Við höfum töluvert mikla þörf fyrir þetta nám. Byggingarverkfræðingar starfa mikið á verkfræðistofum. Þeir starfa hjá sveitarfélögum, ríki, hjá einkafyrirtækjum og eru jafnvel sjálfstætt starfandi, þannig þeir starfa í raun og veru mjög vítt og breitt þjóðfélagið. Það eru miklir starfsmöguleikar, breiðir starfsmöguleikar. Námið krefjandi og getur verið mjög erfitt en félagslífið rosalega gott hjá okkur. Byggingaverkfræðingar eru mjög vinsælir erlendis í að búa til stíflur og brýr og allt í kringum vatnsveitur og svoleiðis. Þannig að þetta bara mjög krefjandi og skemmtilegt.